Til máls tekur háttvirtur þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson. Hæstvirtur forseti. Ég lít á þetta frumvarp sem við ræðum hér sem hluta af stærri spyrðu. Við höfum verið að ræða fjáraukalög og senn munum við taka til við umræðu fjárlögin sjálf, en allt þetta hluti af sama pakkanum. Og nú stefnt að því að ljúka afgreiðslu þessara mála fyrir jól, fyrir lok næstu viku. Reyndar var hugmyndin sú að ljúka þingstörfum á fimmtudag, en ég held að fái trúi því að það muni ganga eftir. Er þetta langur tími sem við höfum til stefnu? Nei, þetta mjög skammur tími sem við höfum til stefnu. Ég tel að þessi umræða þyrfti að verða 10 sinnum lengri en þetta. 10 sinnum lengri en þetta. Ekki vegna þess að okkur skorti mínútur til að koma röksemdum okkar á framfæri, heldur vegna hins að við þurfum að kveikja umræðu þær breytingar sem hér verið að boða út í þjóðfélaginu. Ég held að það sé mjög mikilvægt lýðræðisins vegna. Ég held til dæmis að ein ástæðan fyrir því að ákveðið var að draga til baka fyrirhugaða skerðingu á framlagi til rannsóknarsjóðs Rannís og í Tækniþróunarsjóðinn hafi verið umræða ekki aðeins hér í þingsal heldur einnig út í þjóðfélaginu. Samtök atvinnulífsins tóku málið til skoðunar og samtök iðnaðarins sérstaklega, hvað var það Tækniþróunarsjóðinn, og vísindamenn þeir ræddu hvaða afleiðingar það hefði í för með sér ef þessar skerðingar næðu fram að ganga, og ungir vísindamenn höfðu sér sérstaklega í frammi, enda eðli mál samkvæmt þeim nærri, stóð málið þeim nærri, var að ræða launagreiðslur til þeirra. Markáætlunin var hins vegar slegin af 200 milljónir sem lagt var til að skerða framlagið til hennar. Það var látið standa, það er að segja ákvörðun skerðingu því miður, en hinu var breytt. Og ég held að sé vegna umræðuna sem varð í þjóðfélaginu, ekki síður en umræðuna hér. Og þannig þarf þing og þjóð að kallast á, og ég held að það sé mjög heppilegt. Sama gildir legugjöldin sem voru kynnt hér í tengslum við framlagningu fjárlagafrumvarpsins á sínum tíma, sem urðu þess valdandi að ályktanir bárust víðsvegar að úr þjóðfélaginu og menn kváðu sér hljóðs og sögðu að slíkt mætti aldrei gerast á Íslandi, að þetta yrði innleitt. Það yrði farið að rukka fólk fyrir að leggjast sjúkt inn á sjúkrahús. Þetta bara mætti gerast. Og menn vísuðu í skýrslur sem reiddar hafi verið fram, meðal annars núna í sumar af Unna Ingimar Einarsinni, sérfræðingi í heilbrigðismálum, sem sýndi fram á að á undanförnum áratugum, sennilega frá byrjun 10. áratugarins og fram á þennan dag, að þá hefði hlutdeild sjúklinga í heilbrigðiskostnaði verið að aukast jafnt og þétt. Og hann varaði við því að það yrði haldið áfram á þessari braut, og það fékk góðan hljómgrunn í þjóðfélaginu. Og ég minnist þess að athuganir, skoðanakannanir sem gerðar hafa verið á afstöðu Íslendinga til skattlagningar hafa allar verið á þann veg að yfirgnæfandi meirihluti hefur verið því fylgjandi að greiða háa skatta, jafnvel hærri skatta, ef það yrði tryggt að rynni til heilbrigðisþjónustunnar. Margar skoðanakannanir hafa verið gerðar í þessa veru. Þess vegna
þarf þjóðin að fá glöggar upplýsingar það núna hvernig ríkisstjórnin ætlar bakdyra megin að fara með legugjöldin sem að þorri manna taldi að væru úr sögunni. Það á eftir sem áður að koma þeim á og þá að innheimta sömu upphæð þegar á heildinni litið 200 milljónir króna með þessum hætti. Jafnvel þótt forminu hafi verið breytt. Forminu hefur verið breytt. Í stað þess að innheimta fyrir hvern legudag þá á að innheimta fyrir komu óháð því hve lengi þú ert á sjúkrahúsi. Og hvað þá meðaltalsreglan sem að stuðst var við? Síðan kemur í ljós þegar að nánar að gáð að allt þetta á eftir að útfæra og þá eftir að ákveða þetta með duttlungavaldi ráðherra hversu há þessi gjöld eiga að vera. Og framsögumaður málsins hér á þingi, hv. þingmaður Pétur H. Blöndal, segist ekki hafa séð neina útreikninga þar á lútandi. Og það ætlast til að við göngum til þess að samþykkja lög þetta án þess að nokkur maður viti hvað hann er að tala um. Þetta ofan á hitt að við erum að ráðast í kerfisbreytingu sem að ég tel vera mjög varasama. Síðan spyr ég Ríkisútvarpið. Hvað er það sem skýrir þessa heift ríkisstjórnarinnar í garð Ríkisútvarpsins? Er þetta gamall draugur að rísa upp aftur? Ég veit alveg hvað ég er að tala um. Ég starfaði á Ríkisútvarpinu fréttastofunni í 10 ár, frá 1978 til 88. Og ég man eftir öllum hringingunum sem komu, sérstaklega frá sjálfstæðismönnum. Ég gæti nefnt marga þingmenn hans og ráðherra sem hringdu inn á fréttastofur Ríkisútvarpsins til þess að reyna að terrorisera menn. Og ég hélt að þetta væri allt úr sögunni. Þegar við vorum upplýst það að jafnvel bara fyrir fáeinum árum, þá kallaði einn ráðherra Sjálfstæðisflokksins þingfréttaritara Ríkisútvarpsins heim til sín til þess að hella sér yfir hann. Og ég spyr, er það þetta sem að skýrir aðföruna Ríkisútvarpinu núna? Pólitísk heift Sjálfstæðisflokksins sem að ræður nýlega borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til að taka þessi rándýran þátt í sjónvarpi á sama tíma og reknir eru margir mætustu starfsmenn stofnunarinnar sagt að snáfa heim þulir Ríkisútvarpsins, vandaðir dagskrárgerðarmenn, bestu fréttamenn stofnunarinnar látnir fara. Og ætlar ríkisstjórnin og þingmeirihlutinn að láta þetta óátalið, að horfa upp á þetta ranglæti, þessa pólitísku aðför að Ríkisútvarpinu, því að þetta verður ekki skilið á annan veg en þann að Sjálfstæðisflokkurinn sé í pólitískri aðför að Ríkisútvarpinu, velur nokkra vönduðustu starfsmenn stofnunarinnar til að reka þá, segir þeim að hunskast heim, láta loka tölvunum sínum eins og gerist í verstu búllum. Og þeir sem að andæfa þessu ekki hér í þessum sal, þeir eru samsekir. Allt þetta þarf að ræða miklu betur og þyrfti að ræða miklu betur en tóm gefst til á þeim fáeinu dögum sem eru til jóla, þegar menn ætla að reyna að ljúka afgreiðslu fjárlaga. En ég verð að segja það að við eigum eftir að heyra í verkalýðshreyfingunni, við eigum eftir að heyra í samtökum sjúklinga, við eigum eftir að heyra í almenningi á Íslandi, hvort hann er reiðubúinn að láta þessa ríkisstjórn komast upp með það, að fara að rukka fyrir það að fólk sé lagt inn á sjúkrahús á Íslandi. Ætla menn að láta þessa ríkisstjórn komast upp með það að innleiða slíka skatta. Við heyrðum það í dag þegar fjármálaráðherra landsins reis hér upp og sagði að það væri þröngt í búi. Þess vegna var ekki hægt að greiða atvinnulausu fólki í desember uppbót. Þetta eru sömu menn og þetta er sama ríkisstjórn og horfir upp á það að stærstu útgerðarfélögin í landinu er að greiða eigendum sínum milljarða í arð og taka sjálfir til sín mörg hundruð þúsund, milljónir jafnvel á mánuði hverjum og auglýsa síðan gegn láglaunafólkinu sem er að reyna að leita eftir kjarabótum.
fólk með innan við 200.000 á mánuði. Og svo standa hér upp í röðum fulltrúa stjórnar meirihlutans og berja sér á brjóst og segja, erum við ekki góð? Dáist ekki að okkur? Erum við ekki að gera gott? Nei, þið eru ekki að gera gott.